hvað hugsaður Grænland þegar þú ert að horfa á Grænland? Hugsaður 1, 2 og 3, það orka og málmar. Þetta það sem Bandaríkjamenn, Evrópusambandið, Danir, allir að leita eftir. Og þá erum við með eina exposure-in á Grænland. Ef þú ætlar að fá exposure á Grænland, þú segir exposure, aðgang. Aðgang. Það bara að segja, ef þú sem fjárfestir, segjum þú sér stór, við fengum Sapa. Komið með símanúmeri hjá þig. Þú veist, þetta er náttúrulega það sem hann er að horfa til. Algjörlega, og við erum auðvitað í viðræðum við USXIM og DFC og alla þessa sjóði, sjálfsögðu. Þetta við erum einu sem hefur byggt námaðana. Það er líka það þekkingin þetta það bandaríska ríkið, basically. Er þið viðræðu við bandaríska ríkið? Já, bara það er verið að velta fyrir sér auðvitað hvernig á að byggja námur, hvernig á að gera þetta meðgörn, það eru önnu verkefni við þarna, en þú endanum þarft að taka úr skófluna. Tengist það þessum nálgun Trumps og hans manna sem þess vegna komin í þessa viðræðu? Já, þessa viðræðu hafa verið lengi, það var alveg undan því, en auðvitað byggist á því að uppalega 2017 þá vekur hann athygli á þessu potential. En það sé kannski, og þetta er ekki fréttnandi eða einhver markað, þetta er bara eðlilega viðræðu við þessar agencies. Af því að það sem fólk vill tryggja sér, það vill tryggja sér aðgang af málmum til þess að geta undirbyggt sinn eigin efnahag til þess að vera ekki á háðir kínverjum. Og það er bara algjörlega morgunljóst og ég veit búin að vera hamra þessi skilabóð. Það voru, ég veit alveg hvernig það byrjaði, því ég byrjaði hérna að tala orkumálun í Íslandi, þá voru allir, hann er bara einhver röglutaldur og annars slíkt og svo kemur þau ljós. Svo byrjaði ég að hamra á því að krítíski málmar og sérstaklega eru skiptu heiminn máli. Og hvað kemur í ljós þegar Trump setur núna tollan á Kína? Þeir stoppa reröð, útflutning, germein og slíkt og það er bara eftir 3 vikur þá er ekki hægt að reka bílaverksmiðjur. Skilur, þú veist þannig það hefur alveg gert sko að nú er bara fágætismálmar eins og orðið tískorð, það þekki allir allt í þetta orð sem segir náttúrulega eitthvað umræðina að þetta er bara orðið svolítið lykilatriði til að skilja alþjóðlega stjórnmál og alþjóðlega efnahagsmál og hvernig það þróast núna. Þannig að ég menn hafa sagt við mig að Eldur er svolítið, hann er bara lykillinn, þú varst að segja það, hérna kannski áðan, inn í Grænland, sem að þið hefur tekið svolítið að koma ykkur í fágætisstöðu gagvart þessum fágættismálmum. Það var líka alveg hugmyndi. 2017 þá segir Sigurbjörn Þorkelsson einn af hlutum og stofnendum Amarok og stjórnarmaður, hann segir við þurfum að verða fyrir ekki nú dænskori exposure á Grænland. Það sem ég á við með exposure, þú ert fjárfestur og segir heyrðu, Trump vil kaupa Grænland, Evrópusambandið er á tvöfalda fjárflugum, hvernig get ég keypt Grænland? Þú getur ekki keypt skuldabréf. Það er eitt félag sem er skráð sem við getum fengið svona alvöru exposure sem við telum við, það eru fleiri skráð félög þarna en svona, og þú manst nú hérna fyrir hrun þegar menn vildu fá sama exposure á Pólland þá keyptu menn símafélög, fattur þú? Þetta er svona svipað en skilur þetta er það sem menn gerðu, menn fundu hvernig geti fengið einhvern veginn þetta pólska, ég kaupi ykkur félög sem skráð, oft voru það símafélög. Já, fara inn á, leið þá inn á vanlegan marka það sem að mæta óvenjulegs vaxta. Þannig að þú veist mikið að þessum fjárfestumannslít er að leita hvernig geti ég fengið einhverja tengingu við þetta land og þetta er þá eina leiðin til þess, eina fáun leiðin til þess og það er svo staða sem við ætlum að koma okkur í og þú kemur þér ekki þá stöðu bara með að kaupa upp leyfin eða bara með að ég tala einhverja góða sögu, þú kemur að því að þú physically hefur tekið skófluna og byggt þetta og gert þetta og farið í gegnum allt það sem þú ert að gera og þú gerir mistök og þú átt einhverja sigra og svo framvegis. Þannig að þetta er mikið langtíma verkefni og sérstaklega þú ert í heimi þar sem tæknifyrirtækin ráða öllu, það er bara algjör fókus á einhver, ég veit ekki, 5, 6, 7 tæknifyrirtæki og restin svolítið situr eftir og þannig að það er flókið að komast á þessu stöðu.